Þingmaður Framsóknarflokksins segir að horfa þurfi á fleira en arðsemi Kárahnjúkavirkjunar þegar áhrif hennar séu metin. Forstjóri Landsvirkjunar telur að tekjur af virkjuninni séu fjarri því nógu miklar. Hörður Arnarsson forstjóri sagði á haustfundi Landsvirkjunar í gær að verðið sem Alcoa greiddi fyrir raforku úr Kárahnjúkavirkjun hefði þurft að vera umtalsvert hærra og að Kárahnjúkavirkjun kæmi illa út ef litið væri á tekjur sem hlutfall af bókfærðu verði, það væri aðeins 6%. Höskuldur Þórhallsson Framsóknarflokki sagði á Alþingi í dag að hafa þyrfti í huga hve útflutningstekjur af áli hefðu verið miklar í fyrra og hve Alcoa greiddi mikið í gjöld til hins opinbera. Orkan í Kárahnjúkum hefur skapað á bilinu 800 störf á Austurlandi og ég held að menn eigi einmitt að líta til þessa í því samhengi þegar menn reikna og fara yfir það arðsemi sem hefur orðið af virkjunum. Arðsemi eiginfjár Kárahnjúkavirkjunar síðustu 4 ár 3,5%. Forstjóri Landsvirkjunar sagði í gær að arðsemi fyrirtækisins þyrfti að verða 11%. Landsvirkjun hefur ekki greitt eiganda sínum ríkinu arð í 3 ár og á þeim 46 árum sem Landsvirkjun hefur starfað hafa eigendur Landsvirkjunar samtals fengið 13 milljarða króna í arðgreiðslur og auðlindagjald. Það 2% af eignum Landsvirkjunar í dag.